Starfandi forsætisráðherra segir ummæli sérfræðings Merrill Lynch frá því í gær makalaus. Sérfræðingurinn hélt því fram að með aðgerðarleysi sínu keyrðu stjórnvöld íslensku bankana í þrot með það að augnamiði að taka þá svo aftur í sína eigu. Í fréttum okkar í gærkvöld gerði Richard Thomas, sérfræðingur hjá greiningadeild fjárfestingabankans Merrill Lynch, hátt skuldatryggingaálag íslensku bankana að umtalsefni sínu. Skuldatryggingaálag Glitnis og Kaupþings nú yfir 1000 stig en álag Landsbankans töluvert lægra. Hátt álag gæfi til kynna að markaðurinn teldi bankana ekki geta greitt skuldir sínar. Thomas sagði íslensk stjórnvöld hafa nú með aðgerðarleysi sínu sent út þau skilaboð að þau vilji helst keyra bankana í þrot og taka þá svo til sín aftur. Starfandi forsætisráðherra vísar þessum ummælum alfarið á bug. Ég eiginlega alveg undraðið. Mér finnst þetta makalaus ummæli og hjá svona virtum fjárfestingabanka og það hvarflaði að mér tíma hvaða annarlegu sjónarmið búa þarna að baki því að þetta á ekki við nein rök að styðjast og ég spyr líka sem menntamálaráðherra, þar er þessi maður ekki á endurmenntun að halda.